Klukkan 21:55 sýnum við lokaþátt sænska myndaflokksins Klifurþjófurinn, en þetta er verðlaunaþáttur ungan mann sem vill gera öllum til hæfis. Hann lendir í fangelsi og fyrirmynd hans í einu og öllu er frægur þjófur sem einnig situr inni. Leikstjóri er Rumle Hammerig en Björn Kjellmann, Per Óskarsson og Ræne Brynjólfsson leika aðalhlutverkin. Eftir 11 fréttir tekur íþróttadeildin við með getrunarþáttinn 1x2. Dagskrárlok verða klukkan 23:25. En það kom það Hemmagunn að taka á móti hæfileikaríku fólki úr öllum áttum. Egill Eðvarsson stjórnar þessari beinu útsendingu. Hvað hét hundur Karl sem í ádalum bjó? Ég nefndi hann í fyrsta orði en þú getur hann aldrei þó. Þröstur. Hvað? Jú, hvað? Hvað hét hundur Karl sem í ádalum bjó? Ég nefndi hann í fyrsta orði en þú getur hann aldrei þó. Já, Snati. Nei, hvað? Já, hvað? Hann hét hvað? Hæ? Hundurinn hét orðið hvað? Já, ég skil. Góðir gestir, þetta er þátturinn Á tali hjá Hemma Gunn og hér er kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Takk ykkur kærlega. Takk fyrir. Takk fyrir og gott kvöld, góðir áhorfendur sem að heima sittið og góðir gestir mínir hér í sjónvarpssal. Nú, við verðum komið víða við í kvöld í þessum þætti. Nú býðum við, nú er eitthvað sem gengur á. Hvað er að gerast? Við skulum sjá. Hér kemur engin smá sending. Við skulum sjá. Og það er ekkert annað. Guðni mín, Danivalsdóttir, ég held þú verður eitthvað að útskýra þetta. Þetta er rosalega flott, ef aðtöðu hvað þetta er. Hvað, já. Takk ykkur fyrir. Guðni mín, komdu til mín. Já, ég ætla að koma til. Já. Hér er kort. Hvað er þetta? Ég veit það ekki, við skulum aðtöðu hvað stendur hérna á þessu korti. Hemmi Gunn, til hamingju með frábæran þátt og bestu þakki fyrir hönd hjálparsveitar skáta í Hveragerði. 172.000 krónurnar sem við fengum að gjöf frá mjólkursamsölunni í Loftkastalunum í síðasta þætti gerðu okkur kleift að binda endanút á kaup á langþráðum bíl til að hjálpa okkur enn frekar við leitarstörfin. Og hér stendur neðar á síðunni: Garðyrkjubændur í Hveragerði færðir hér að gjöf 172 rósir til að sýna þakklætisvott fyrir hönd bæjarfélagsins í Hveragerði. Heldur þessi flott? Aldeilis. Þessum, maður er bara snortinn. Ég þakka kærlega fyrir mig, Blómabændum, hjálparsveitinni, óska því til hamingju og þakka flutningin hér inn úr rigningunni. Og þá er ekkert annað að gera. Þökkum líka mjólkursamsölunni. Þetta kom fram í Loftkastalunum í síðasta þætti og kom við að honum sjálfsögðu í kvöld og gefur okkur byrjundu báða vangi. En við komum víða við í kvöld og fjölbreyttur þáttur framundan. Það er engin ástæða til þess að tefja þetta með einhverju tuði því að margir góðir gestir eru væntanlegir. Sérstaklega vil ég bjóða gesti mína hér í sjónvarpssal, velkomna til leiks, þeir eru frá Aðalstöðinni í Keflavík og Sólvangi í Hafnarfirði, miklir stuðboltar að eigin sögn. Er það ekki? Takk fyrir Gunni mín, takk þér Guðni Danivalsdóttir, hjálpar hella hérna hjá okkur og nú það í síðasta þætti þá tróð þér upp Halldór nokkur Kristinsson.
Það myndi mig á það að á yngri árum að þá vakti Halldór mikla athygli á sig sem söngvari, kom víða við, meðal annars söng hann aðalhlutverkið í Oklahoma í Þjóðleikhúsinu. Þá datt mér einmitt í hug að það var í gaman einmitt að fá í þennan þátt eitthvað söngleikja lag. Nú, og hvað gerði ég? Ég hringdi í tónlistarfrömuðinn Jón Stefánsson, þann ágæta mann, og hann einmitt þekktur fyrir það að geta ekki sagt nei. Svoleiðis að hann kallaði saman kórinn sinn, fékk undirleikara með hópnum, Guðríði Sigurðardóttur, og við svífum að stað í sæluvímu mitt undir tónaflóði Rodgers and Hammerstein með laginu Oklahoma. Það kór Langholtskirkju undir stjórn Jón Stefánssonar, undirleikari Guðríður Sigurðardóttur. Gjörðu svo vel. Oklahoma, where the wind comes sweeping down the bay, and the wailing wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Oh, Oklahoma, every night my honey lamb and I sit alone and talk, and what's a hawk, making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, and the land we belong to is grand, and when we say, I hit my own way, we're only saying, you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma, okay. Oklahoma, when the wailing wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Every night we sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, yeah-ho, and the land we belong to is grand. And when we say, I hit my own we're only saying, you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma, okay. Oklahoma, 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 Oklahoma. We always belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say, I hit my own we're only saying, you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma, O-K-L-A-H-O-M-A, Oklahoma, yo! Já, aldeilis. Frábær söngur kúrekana úr kór Langholtskirkju undir stjórn Jón Stefánssonar. Aldeilis gaf okkur rétta tónin í kvöld og það búið að vera aldeilis gott veður á landinu okkar Fríða í dag, sumar blíða, og allir hafa það væntanlega mjög gott, að minnst Unnur frænka sem er 75 ára. Það er komið að spakmælum þáttarins og að sjálfsögðu komaðu frá börnunum okkar, gjörðu svo vel. Hvað er gult með 4 hjól upp í loftið? Gult með 4 hjól upp í loftið, ég veit það ekki. Dauður strætó. Hvar áttu heima? Á Grettisgötu 86. Já, er það bakhús? Já, og framhús. Veistu hvað? Já. Ég klappaði þær í korna. Hæ? Klappaði þær í korna. Hvar? Í útlöndi. Með hvaða liði heldur í körfuboltanum? Danska. Hvað kom fyrir hendina? Ég handarbrottnaði. Hvenær? 21. september. Og hvernig fórstu að því að brjóta þig? Ég var alltaf stelpu. Haha, Ég var hann þegar ég fæddist. nú með svona sítt hár? Já. Ég var með mikið hár, sko. Ég var með hár hérna eitthvað. Nei, hérna, sko. Það var ekki alveg svona síttur og fættist? Nei. Manstu eftir því þegar þú fættist alveg? Þegar tveggjara þá kom ég með hingað. Þið áttu systkini? Já. Það var Hauk og Kjartan og pappa minn og Andra, litla bræður minn og
pappa minn sem heiti Egill. Hvað ætlarðu að gera þegar þú ert stór? Elta bóa. Hvað gerir pabbi þinn? Pappi? Já. Hann kann ekki baka tertu. En mamma bara. Af hverju áttirðu heim í London? Já, er London ekki í Ameríku? Nei, London í Englandi. Hvað ætlar þú nú að gera þegar þú ert stór? Vera náttúrufræðingur. Hemmi Gunn, hann í sjónvarpi kemur og alltaf þættina hann semur. Mér finnst þeir allir skemmtilegir og alltaf í byrjun hann halló segir. En af hverju fólk að fara að sofa? Til að vera ekki þreytt þegar það vaknar. Ætlarðu að búa einn í sveitinni? Nei. Með hverju? Sýrur mín. Veistu hvað ég heiti? Já. Hvað heiti ég? Veit það ekki. Nei. Einu sinni var stór maður og lítill strákur. Svo kom Bói og segir svona, upp með hendur á hann skít. Þá segir lítill strákur, mátt skít í koppu minn. Af hverju ertu rauðhært? Af því að áður en ég fæddist þá setti Kalli frændi minn talið sterkan og rauðan lit í hárið á mömmu. Þannig að fæddist ég rauðhært. Já. Hefur þú séð einhverja með stórt nef? Já. Hverja? Mamma hennar Kolbrúnu. Hefur með stórt nef? Já, og hún er þýsk. Þekkir einhvern sem er með stóra rass? Já. Hver er það? Amma mín. Hvernig er heima hjá þér? Eru pappa og mamma stundum að kyssast? Ég hef nú ekki vitað til þess. Nei, það verður þau stundum að kyssast. Já. Er það? Já. Hvenær? Ég man aldrei á hvað dögum. Nei, er það bara sérstökum dögum? Já. Hún er veik heima hjá sér. Hún er fullt af veikum. Ég meina, hvað gera náttúrufræðingar? Skoða náttúruna og taka hann með sér í borgina. Náttúruna? Já, og láta í náttúrusafnið. Segðu mér frá pappa þinn. Hann étur stundum ánamaðka. Hver? Pabbi minn. Já, og hvað borðar hann meira? Mamma, hann borða ekki meiri skordýr, svo. Hann borðaði svona gána með stóðnum. Já. Það er lók. Ég er ekki viss að það séu margir foreldrar sem borði mikið af skordýrum, en hvað það við höldum áfram. Á dögunum sendi ungur skagamaður af knattspyrnu kyni að sjálfsögðu Orri Harðarson frá sér lög á gísladiski með hugljúfum söngum og textum eftir sjálfan sig. Þarna kveður við ástaróð og trega blandin kvæði. Strákurinn hefur vakið mikla athygli núna að undanförnum. Hann er hingað kominn að sjálfsögðu með unnustu sinni Valgerði Jónsdóttur. Þau ætla að syngja lagið Okkar lag og ég ætla að biðja ykkur að taka vel á móti þessu unga fólki. Gjörðu svo vel.
þessi ár sem gáfu sorgir sem að lifa enn í dag. Við sem byggðum skýjaborgir syngum bluesinn sem að. Var þessi ár sem gáfu sorgir sem að ríkja enn í dag. Við sem byggðum skýjaborgir syngjum bluesinn sem að var að kalla. Við syngjum bluesinn sem að var að kalla. Við syngjum bluesinn sem að var að kalla. Bluesinn sem að var að kalla. Bluesinn sem að var að kalla. Orri Harðarsson og Valgerður Jónsdóttir, ungt fólk með bjarta framtíð fyrir höndum. Nú í síðasta þætti nefndi ég það að við ætlum svona af og til í vetur að efna til eftirhermukeppni og er vel þegið að fá ábendingar slíkt hæfileika fólk. Nú flestir landsmenn þekkja nú orðið þann ágæta þátt hér í sjónvarpinu Dagsljós þar sem að Sigurður Valgeirsson fer fyrir fríðu föruneyti í dagskrárgerðar fólks. Ég heyrði í Sigga á ganginum daginn þar sem að var að herma eftir þjóðþekktum manni. Ég gappaði hann að sjálfsögðu til þess að koma hingað til okkar og taka þátt í þessar eftirhermukeppni og hann féllst nú á það, mér segi mikið þó, en hann ræðst ekki á garðan þar sem hann er lægstur. Sigurður Valgeirsson, ritstjóri Dagsljós, allar að herma eftir þjóðþekktum manni, engum öðrum heldur en óperusöngvaranum sjálfum, Guðmundi Jónssoni. Sigurður Valgeirsson í fyrsta skipti í Dagsljósi. Það eins og gerst í gær, já eins og gerst hef í gær. Það eins og gerst hef í gær, já eins og gerst hef í gær. Það eins og gerst hef í gær, já eins og gerst hef í gær. Pabbi, þetta hann Már, hann í mentó, svakalega klár. Við ætlum að fara heim til hans að hlusta á lög, popmúsík. Bless, pabbi. Það eins og gerst hef í gær, já eins og gerst hef í gær. Það eins og gerst hef í gær, já eins og gerst hef í gær. Og enn einn lítill kominn á kreik. Pabbi, þetta hann Hemmi, hann sofnar brátt. Ég sá hann að afi myndi gæta hans í nátt. Bless pabbi og takk fyrir allt. Það eins og gerst hef í gær, já eins og gerst hef í gær. Það eins og gerst hef í gær, já eins og gerst hef í gær. Já, þetta var Sigurður Valgeirsson, ritstjóri Dagsljósins og þarna sáum við hann svo sannarlega í nýju ljósið að Dagsljósi og stóð sér vel og hendi þarna eftir óperusöngvaranum þjóðþekkta Guðmundi Jónssoni. En þá er komið að Sniglabandinu. Sniglabandið þekkja nú flestir og nú ætla þeir á eftir að flytja okkur lag. Það er hressilegt, svellandi salsalag eftir hljómborðsleikara sveitarinnar Pálma Sigurhjartarson. Það heitir Sveifla og galsi. En auk þess að fá Sniglabandi hingað þá hef ég fengið 10 danspör úr nýja dansskólanum
og það má geta þess að mörg þessara para hafa unnið til margra verðlauna bæði hér heima og erlendis á undanförnum árum og eitt parið til dæmis vann fyrstu verðlaun í unglingakeppni í Blackpool. Nú þau sem stjórna hópnum eru Haukur Snorrason og við skulum sjá Ester Inga Níelsdóttir, þau eru að fara einmitt á mót atvinnudansara, heimsmeistaramót á næstunni, svo það er ekki til setuna bóði, ég sé að Sníklabandið er að koma sér fyrir og við skulum vona að það sé allt til reiðu, er ekki svoleiðis strákar, eru þið ekki tilbúnir? Jú. Auðvitað tilbúnir og þá fáum við lagið Sveifla og Galsi Sníklabandið og dansbör úr Nýja dansskólanum. Þær hafa svo hátt, já fram, aldrei að víkja. Því eitt þó sannað og víst það gott, að rytmískur matur góður. Því lagið stólið og textinn flott, þetta mambo sveltinga óður. En út á túni beljan baulan og mambo stykki raular. Svíf ég í sveiflu og galsa, svínfullu dansa salsa, en þessi rytmi upp í dag, hann kemur skapinu í lag. Hvort á morgun eða hinn, já þessi rytmi alltaf inn. Það margt í mörgu og margt að sjá, hjá frumbyggjum óbyggðra landa. Ég sungið mjög lítið, já síðasta ár, en söngurinn bær þó að standa. Því eitt þó sannað og víst það gott, að rytmískur maður góður. Því lagið stolið og textinn flott, þetta mambo svertinga óður. En út á túni beljan baular og mambo stykki raular. Svíf ég í sveiflu og galsa, svínfullu dansa salsa, en þessi rytmi upp í dag, hann kemur skapinu í lag. Hvort á morgun eða hinn, já þessi rytmi alltaf inn. Beljan baular og mambo stykki raular. Svíf ég í sveiflu og galsa, svínfullu dansa salsa. Ég dansa salsa, salsa. Ég dansa salsa, salsa. Ég dansa salsa, salsa. Ég dansa salsa, salsa. Og klappa, klappa, la 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 la. Þessi rytmi alltaf, þessi rytmi alltaf inn. Hey! Já, við þakkum Sníklabandinu fyrir þennan hressilega salsasöng og sömulegis dansarónum og Nýja dansskólanum, og þau koma vantanlega söm að þeim við sögu hér á eftir. Maður bara fiðring við svona tónlist, en það má rétt að geta þess, og það í góðu lagi að nefna það að Sníklabandi ætlar einmitt að vera með svona salsakvöld, svona brjálaða stemningu á tveim vinum á föstudaginn. En það komið að aðalgestum mínum í kvöld. Hún þekkt hestakona, hún
hefur komið víða við. Hún þekkt sem flugfreyja en þó allra mest sem söngkona og fyrir það að vera ein hláturmildasta kona landsins og þótt víðar væri leitað. Tökum vel á móti Þuríði Sigurðardóttur. Velkomin Þura. Velkomin og sjá hvað fólki tekur þau vel. Það ekki eitt lítið brós í byrjun. Jæja, við sem erum Stikla á stóru. Þetta nú engin yfirheysla frekar en hér. Fólk kemur hér til að segja stuttar og skemmtilega sögur náttúrulega. Þú ert mikil sagnabrunnur. Það? Nei, en þú slítur barnsskónum í hvað Laugarnesi. Það svona sveitabær í miðri borg. Hvernig var það? Líkt af mér. Nei, hvernig var? Ég svolítið sveita. Það hafði áhrif á byggilega uppeldið og útkominu. Nú, það faðir þinn Sigurður Ólafsson og var mikið sungið og hlegið á þínu heimili? Það var mikið hlegið. Mamma, hún ákaflega hláturmild kona. En það var ekki mikið sungið og eflaust kemur það mörgum óvart af því að pabbi var þekktur söngvari og margir reiknuðu með að það væri mikið sungið en hann af tillitssemi sennilega við okkur að þá söng hann ekki mikið heima. Ég finn nú bara beint að ég veit hverja. Þú sögð það að verið mjög fyrirferðarmikil og virk eða jafnvel ofvirk á yngri árum. Það vitleys. Þú voru að segja mér eitthvað um það. Nei, mamma sagði að ég hefði verið alveg sérstaklega rólegt barn. Þú gerðir allt vitlist í Laugarnesi og segðu mér það. Bara bullaði mér. Segðu mér eitthvað frá því. Já, ég var mjög rólegt barn, það alveg staðreynd, en það voru svona einstaka uppákomur, ég verði að viðurkenna það. Ég þurfti að gera svona ýmsar tilraunir og meðal annars, fyrir vikið þá lenti ég í sjónum, var nærri drukknu og ég datt á leiðina á Sillu og rotaðist við það. Sennilega hefur það orðið mér til bjargar, ég flaut á úlpunni minni. Og lagast? Já, kannski lagaðist ég við það. En þá voru 2 ungir menn sem björguðu mér frá drukknun. Ég lenti undir bíl, af því ég þurfti aðeins að hlaupa yfir götu og auðvitað ekki að mér. Ég fór á smá jakahlaup, það var ekkert að það rak ís þarna inn á Sundin blá og ég þurfti nú aðeins að kíkja á það. Langaði alltaf út í Viðey, en hætti við á miðri leið og komst tilbaka, alveg ótrúlegt að í raun að ég skildi hafa komast tilbaka því að skömmu seinna þá var þessi ís farinn. Ég lenti á botninum í Laugardalslauginni af því að þá ætlaði ég að vita ég ætlaði að stinga mér í laugina svona aftur á bak. Ég hafði séð þetta eitthvað, mér fannst þetta feikilega flott og það tókst ekki betur til en svo að ég dýfi mér aftur á bak og rak hausinn í bakkann og við það rotaðist ungfrúin og lenti þarna á botninum og mér var bjargað. Og svo kveikti í Laugarneskörfunni? Já, ég kveikti í Laugarneskörfunni, það reyndar að það munar nú engu að ég kveikti í húsinu en það var smá tilraun líka. En sem betur fyrir að þá náði ég að slökkva þannig að það, mamma fyrirgefist, ég ætlaði ekki að gera þetta. Við víkjum nánar aður á eftir sem söngkonu og ég ætla bara að Stikla á stóru. Þetta meira til gamanskert og það má segja að með tilkomu sjónvarpsins hafið þú, því að þú komst fram í fyrstu þáttum, mjög fljótlega á fyrsta ári sjónvarpsins, þá var það orðið landsfræg. Hvernig tókstu því sem óharðnaður unglingur að verða landsfræg? Ég held að það hafi í sjálfu sér ekki truflað mig mjög mikið. Maður var kannski vanur athygli að einhverju leyti í uppeldi af því að pabbi frægur og sennilega þá hef ég nú farið með gott veganesti að heiman. Ég held að það hafi ekki truflað mig. Þú varst ákaflega sérkennileg og settleg á þessum árum. Við skulum sjá brot af því. Þura, svo mjó og þráðbeint eins og fura. Þú sagðir konu þína kalda, þú þrættir skilnaða gott ég. Alveg pottþétt. Here is a song, a serenade to you.
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Ég get ekki elskað í nótt. Þú skalt nú samt. In or out, there is never a doubt. Just who's pulling the strings. Are you leading me on? Tomorrow will it be gone? Þetta eitthvað alvarlegt, læknir? Ég veit það ekki, ég bara málari hérna. Það það sem þyngir svona hugan þig. Því miður ómar, ég veit að þú ert svona, því fær enginn breytt. Ég! Vinur þig ég elska alla þig. Svo ofurheitt og komur þinnar við. Lífið seinna illa leikur þig. Leitaðu og þú munt finna mig. Blærinn flytur orðið þig og ber þau heim til mín. Því ég vinur þinn og þú vinur minn. Ekki óskaplega hefði ég viljað vera þessu hundur þarna á myndinni. En snúum okkur að lítið að söngferlinu, þínu farsæla ferli, að hverjir höfðu mest áhrif á þig? Það hefur nú sennilega verið þegar ég byrja að syngja með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar. Þeir höfðu mikil áhrif á mig, bæði var það mjög þroskandi sem söngkona og bara sem manneskja að komast í þennan hóp. Það var á Rauðli, var ekki? Já, þeir voru allir eldri en ég. Mér fannst þeir miklu eldri. Mér fannst þeir bara vera hræ. Sagði það einhvern tímann. En þeir voru mér afskaplega góðir og ég mótaðist mikið á þessum tíma. Magnús Ingimarsson, hann var mér sem pappi og Vilhjálmur Vilhjálmsson heitinn, hann var mér eins og bróðir og ég leitaði mikið til hans. Mér fannst hann kunna allt og geta allt og hann hafði alla þolinmæði sem þurfti og hvatti mig. Þú svona smá stelpa á Rauðli, þú kannt einhverja skemmtilega sögur frá þeim tíma. Já, þetta andrúmsloft sem að var þá, það er allt öðru vísi og ég man eftir atviki þar sem maður kemur og býður hljómsveitinni upp á drykk. Það var tiltölulega algengt og ég afþakkaði það sem ég gerði alltaf, ég smakkaði aldrei vín og hann heldur áfram og hann þérar okkur alltaf. Ég kunni nú ekkert á það. Þér og yður og þú ruglaðist í þessu öllu saman og svo að endingu þá býður hann mér dús. Ég hélt nú ekki. Mér langaði ekki djús. Ég áttaði mikið á því fyrir löngu seinna að maðurinn var að bjóða mér að þúast. En svo leikur leiðin á Hótel Sögu til Ragga Bjarna. Það hefur nú örugglega verið eitthvað sögulegt þegar þú fórst þangað. Já, það var sögulegt og sérstaklega fyrsta kvöldið. Vegna þess að ég kem þarna að dyrunum, á þessum árum það var alltaf röð alveg út á torg. Og ég kem þarna að hurðinni eftir að hafa þurft að berjast í gegnum röðina. Ég er í síðum kjól og flegin og með ref hálsinn og er að drífa mig svolítið sein, átti nú að vera á undan trafíkinni. Nú, ég kem þarna að hurðinu, alveg klessi mig upp að hurðinu reynan á athygli dyravarð og ekkert gengur og með nefið alveg og skildi varalitin eftir á hurðinu. Og það kemur þarna dyravarður loksins og hann spyr hvað mér sé á höndum og ég segi, ég þarf að komast inn, ég er að fara að vinna. Jæja, lítur svona niður eftir mér. Og við hvað vinnur þú, góða mín? Heyrðu, það er alveg sama, allir sem þekkja þig, Þura, þeir segja að þú sért alltaf í góðu skapi. Af hverju að vera í góðu skapi? Það er betra. Skulum heyra fólki tala um þig. Persónuleiki. Hún er geislaverk. Það er að segja jákvæðri merkingu þess orðs. Það geisla frá henni, svona þægileg heita straumar. Hún getur verið ansið þung á köflum
Segðu mér frá því. Þura mannin og svona, fylgir nafninu. Já. Já, hún er svona, það er ekki auðvelt að kynnast henni, hún er ósæðlega lokuð. Þangað til þú ert komin inn fyrir skilina. Þá er hún hlý og góð. Og með ólíkindum matvand og krakki. Og ég man eftir því á þeim árum þegar við vorum í Laugarnesi, þá átti ég endur. Skildi ekkert í því að endurna voru farnar að sækja alltaf svo að einum glugga á húsinu, nánar tiltekið stofunni. Og þá hafði svo stutta alltaf safnað öllu sem hún átti að borða á disk, klifra upp á borð og tók alltaf það sem hún átti að éta og hent út úr gluggan og endurna var alltaf heiminn lifandi með það. Afburðamanneskja. Afbragðsmanneskja ætti ég kannski frekar að segja. Við unnum saman, ég gerði fyrir hana fyrsta textan sem hún söng og eftir það að þá lágu leiðir okkur alltaf saman í starfinu og öll þessi ár, ég veit ekki hvað það var mörg, þeir eru orðið meir en 20 því að við vorum enn að vinna saman fyrir 2 árum. Aldrei sé þess að manneskju skipta skapi, aldrei annað en léttleikinn, jákvæð, bara stórkostlega minningar. Hún er á mjög gott með að koma orði fyrir sig og hún getur haldið heilu ræðurnar, kortis ræðu þess vegna á þess að nokkuð botni neitt í neinu og hún jafnvel hefur ekki hugmynd hvað hún er að tala. En þegar upp í staðið þá standa allir og jamma og jáa og halda að þetta hafi verið mjög gáfuleg ræða hjá Þuru. Hún á svo gott með að hrífa fólk með sér að það er með ólíkindum. Heldur hún sér til fyrirmynda sem ökumaður? Ég hef ekki hugmynd það, ég hef sett sig aldrei farið í bíl með henni. En hún er fræg fyrir einstaklega klúra brandar. Já, rosalega, alveg. Sko þegar hún segir þá er þetta bara eiginlega ekkert klúrt, en svo ef til dæmis ég kem heim úr saumaklúbb og maðurinn minn spyr, já, hvernig voru brandarinn en að Þuru? Og ég fer að segja það, þá er guð mig góður, segir hún svona. Já, þetta er svo margt í hug með langlundargeð þessari konu og einstaka glaðværð að hún var einu sinni veik og flaug með okkur frá Skúlagarði í Keldukörfu, alla leið til Reykjavíkur í vondu veðri og við vorum á 3. klukkustíma að þessu. Eina leiðin til að fá hana með var að setja hana í barnasæti sem var fyrir aftan í farangurskemslunni. Við erum með enga farangur, það var 54 kíló sem máttu vera þar og mátti vera með barnar löglega eða manneski sem var ekki 54 kíló. Hún var það grönn að það var það tróðinni þarna inn, böglinni saman og við sáum aldrei neitt af henni, hún var bara þarna fyrir aftan og bara góðir farþegar, hún var flugfreyja þá, góðir farþegar, gerur svo verið að spenna beltin og allt þetta og nú verður borið fram kvöldverður og guð má vita hvað. Ég hef aldrei séð hana reyða, aldrei. Hvernig heldur það sé? Já, það skipti sem ég hef heyrt það var víst rosalegt og ég myndi ekki vilja lenda í því. Svo daginn eftir þau fórum að taka til í skapnum og athuga hvað var. Þá var dýrindis ullarjakki sem þau átti, allur út nagaður eftir eitthvað dýr og silkinarbústinn hennar. En að sjálfsögðu leit ekki kvikindi við skapnum mínum, það var ekki sama lyktin þar. Já, hún er fyrst og fremst mjög góð manneskja, mjög góð. Hún er góð yst sem minnst. Hefur einhverja galla? Já. Hverja? Hún getur verið ansi gleymin. Hún er sögð gleymin? Er það? Já, það er bara því ég er gleymnari sjálfur, þá hef ég ekki orðið varðið það. Heyrðu, jú, hún er gleymin. Ég var búin að gleyma því. Þetta eru góði vinnir. Já, heldur betur. Hvað var þetta með þessa kynnigáfu? Er hún eitthvað gróf? Nei, þetta er bara kjafti. Er það ekki? Þú kemst upp með það. Nú en flugfreyjustarfi, það heillaði þig, var þetta ævintýramennskan? Já, eflaust, já, það er eitthvað sem heillaði mér. Reyndar að þegar ég fer út í það, þá er ég búin að syngja tölverðan tíma, 5 ár, sem er langur tími í lífi ungra konu. Og mér langaði til að prófa eitthvað nýtt. Mér fannst sjóndeildarþrengun, það þrengdist og þrengdist. Ég eiginlega kunni ekkert og vissi ekkert nema í sambandi við tónlist. Og þannig þetta var eiginlega spurning að gera eitthvað annað. Einhverja sögu á fluginu, eitthvað pínlegt sem hefur komið fyrir þig um borð? Já, þakka þér fyrir. Það er ýmislegt, það er ýmsu að taka. Til dæmis var ég einu sinni beðin fyrir kampavín fyrir brúðhjón sem voru á leiðinni í sína brúðkaupsferð, ungt fólk, og það komu vinir þeirra til mín rétt áður en að ferðin hefst og báðum að koma þessu til þeirra og með hamingjóskum og það voru glös og servéttur og konfekt og kampavín allt saman tilbúið og bara strax eftir flugtak og já, allt í lagi og ég fer í þetta fljótlega eftir flugtak og losa vírinn fram í eldhúsi og svo kem ég með kampavíni til þeirra og
og óskaði til hamingju og bara já, eskurnar og þið að fara í ferðalag og í brúðkaupsferðina og svona og ægilega gaman. Nema það er svolítið rosalegu kraftur þegar tappið fer úr flöskunni að hann þýtur bara upp í loft og ég stend þarna augnablik síðar hundblaut og það var ekki deigur dropi í flöskunni. Þannig það fór aldrei neitt í glösin þeirra. Og ég tegði mig eftir tappan og þið viljið kannski eiga þetta til minningar. Nú þið rekin. Já, þetta var brúðkaupsferðin á þessu hjónum. En hvað frú Þuríður að gera í dag? Það ýmislegt. Ég er gift, ég á börn, ég er að fljúga í 50% starfavísu. Nú ég starfa hjá umferðaráði, ég er að syngja og ég lét draum rætast að fara í myndlistaskólan og byrja á því í vetur. Þannig það jú. Það er annars ekkert að gera? Nei, voða lítið. Þú lofaði mig því að syngja fyrir okkur í kvöld og þú gerir það nú hérna á eftir. Hvaða lag ætlar að syngja? Ég ætla að syngja lag sem að er með svona hestamanna í vafi. Nú, ég kynntist hópi fyrir 3 árum síðan, eða ég og Friðrik maður minn, sem að ferðast landið á sumrin. Við átt yndislega stundir með þessu fólki og farið nokkuð víða. Mér langar til þess að tilenga þeim þetta lag sem ég ætla að syngja, bæði meðreiða fólki, sunnanheiða og norðanheiða. Lagið heitir Reiðlag. Já, þá vel við þig eða hvað? Takk að fyrir. Heyrðu, eitt af lokum, hún sleppir ekki alveg. Ég var að segja að þú væri hláturmildasta og líklega brosmildasta kona sem að þekkist bara á Íslandi. Hefur ekki áhyggjur af því í fluginu sem flugfreyja söngkona að þegar þú hlærið ert alltaf hlæjandi að þú, eins og svona fólk sem hlær mikið, að það fái bara hrukkur í kringum augun og allt verði ómögulegt? Hvað meinarðu? Mér meina það svo margir sem óttast það að fá hrukkur að því að hlæja svo mikið og píra augun. Hemmi minn, já. Ég er bara með eina hrukku og ég sitt á henni. Þuríður! Gjörðu svo vel! Ég vil leið sér lífið erfið, þá ég legg á klárinn minn og svo deysi ég burtu úr bænum, á baki ég frjálsum sill, inn á kráni eða á barnum, einhver herra kannski feir, nei ég vil heldur vera á hesti, hleypi ég á skeið, ariolei-híó, 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 ég finn við hófana slátt, að hjarta syngur dátt, ég heyri vindinn hvísla að mér, þau ljúfu orð við eigum ég og hann, og engum við segjum frá, á góðum áningastað, má oft í glöðum hópi ýmsa spræka karla sjá, og við syngjum í kór og jóðlei, við skát við leggjum á. Ég vil heldur fara á hestbak en að högt í bíl með þér, við dansandi hljóminn frá hófunum, fer hjartað að ólgi mér, ekkert fyllir mig að fjöri, eins og frísk og vökuleið, nei ég vil heldur vera á hesti, hleypi ég á skeið, I
Þuríður Sigurðardóttir, engri lík. En þá röðin komin að loftkastalanum okkar þar sem að við fáum fyrirtæki og við tökum stöðugt á móti tilnefningu frá fyrirtækjum að þau vilja vera með í þessu leik okkar. Við setjum svona sjónvarspeninga inn í loftkastalan og fáum einhver þekktan mann fyrir þess að reyna að handsama eins mikið af peningum og hægt og það er ekki eftir neinu að bíða okkur til trauss og hals eins og fyrir í fyrsta þættinum Guðný Danívalsdóttir og þá ætla ég bara að kalla til leiks fulltrúa þess fyrirtæki sem ætlar að leggja okkur lið að þessu sinni. Það eru bifreiðar og landbúnaðarvélar, Lada og Hyundai umboðið og bið fulltrúa þess Guðmund Gíslason að ganga í salinn. Ég blessaði vinur minn. Jæja, Guðmundur, ég var að segja að bifreiðar og landbúnaðarvélar. Þú ert fulltrúi fyrirtækisins og þið ætlið að vera með. Já, okkur já. Bifreiðum og landbúnaðarvélum svo ánægður að taka þátt í leiknum í kvöld. Við erum umboðsaðilar fyrir Hyundai og Lötu. Hyundai nýr á markaðinum og hefur sannað ágætið sitt. Og við vonum að framlag okkar komið að gagni því félagi sem Já, líknarfélagi? Já, líknarfélagi. Og hvað það sem þið ætlið að leggja fram núna? Alltaf einhverju upphæð? Alltaf 200.000 krónum. En við ekki bara gefa honum gott klapp, Guðmundur Gíslason. Aldeilis. Þannig að bifreiðar og landbúnaðarvélar umboðsaðilar Hyundai og Lada á Íslandi ætla að láta af hendi rakna alltaf 200.000 krónur til heppins líknarfélags. Já, aldeilis glæsilegt og þú er náttúrulega búin að velja einhver til að fara inn í kassan okkar. Já, en það má náttúrulega ekki gleyma því eins heildarupphæðin 200.000 krónur sem ígildi 300-500 krónaseðla og 50.000 krónaseðla. Og hér höfum við valið einmitt líknarfélag að handahófi 100 félög. Og hver á að koma í kassan og hann saman þessa peninga? Hann er verðugur keppinautur. Já, bitu. Hver er það? Hann er smiður að mennt og hann er mjög fjölhæfur íþróttamaður. Já, þetta nú veit. Norðurlandameistari í þolfimi. Alveg rosalegu kroppur. Þetta er árið komið vitlaust. Síðast hjá hóstum einhvern sjarmör og nú eru oss á kroppur, hvers á ég að gjalda? Nú fæ ég bara að velja næst, ekki? Vistu það, ég held ég leyfi þér að velja næst, en það er nú gaman að leyfa þér að velja og sjá hver kemur það. Já, ekki satt þér. Þetta gestur okkar í kvöld er Magnús Skeving. Maggi Skeving! Það ekki, þú ætlar að leggja okkur lið og þú ætlar að handsama eins mikið af peningum og þú getur. Já, Þorgrímur var svo góður síðast. Já. Ég var búinn að reyna að æfa mig með alls konar hreyfingar, en ég vissi mig í klúra þessu núna. Ég skal Ég ætla að biðja að fylgja mér hérna af loftkastalanum. Já. Biðja að stíga hérna inn og síðan munum við láta þrýsting í gang sem mun gera það að verkum að peningarnir munu þyrlast í loftið. En þú mátt ekki byrja fyrir en ég gef þig merki með hreyfingu, með hérna hendinni. Gjörðu svo vel. Sjáu þið stelpur. Jæja, hvað segirðu? Hvenær má hann byrja? Hann má byrja, nú er peningarnir að fara þyrlastu. Þyrlastu? Og þú gefur honum merki? Ég gef honum merki. Fyrir landbúnaðarvél að leggja fram alltaf 200.000 krónur, Maggi Skeving, væntanlegur heimsmeistari í þolfimi innan dyra og gefur klappum bara með það. Og sjáum þetta. Hvernig þetta verður. Maggi, áfram. Hvað er að ná niklu? Hvað er að ná niklu? 100.000. Hvað er það? Hvað heldur þú? Ég segi 130. 130. Áfram og hvetja hann til dáða. Það er Magnús Skeving, Norðurlandameistari í þolfimi. Þetta líknarfélag býður eftir því að fá þessa peninga sem hann saknar. Og áfram Maggi og við skulum sjá það er stopp. Stopp. Heyrðu, þá er bara að ná honum út með alla peningana. Ná honum út. Kottu varlega út. Pókan. Já, pókan. Þú sjá. Maggi við. Við skulum setja þetta hér, hann er með í öllum vössum. Og byrja hér, setja bara allt hér onni. Og það sem er inn á þér, Magnús Skeving, aldeilis. Og nú verður fulltrúi frá bifreiðar og landbúnaðarvél sem að fylgist með og starfsmenn sjónvarpsins sem að telja þetta. Þetta er rosalega flott sjá. Já, ég hérna skal segja ykkur, ég sá það ekki rétt, peningun. Ótrúlega og létt. Nú erum við farið með þetta fram og eftir. Það er ekki búið, það er ekki búið. Það er eitt hérna. Þú má borga eitthvað sjálfur. Það er maður ekki. Þetta spettu hérna eins og þannig. Dragðu nú eitthvað líknarfélag. Nei, svona nú er ég farin, já, draga með það. Þú er að draga einhvern með það. Sjá hvaða líknarfélag það er. Hér hjá okkur eru 100 líknarfélög sem eru land allt og það er líknarfélag sem hann mun draga út. Mun fá þessa peninga hér að gjöf. Gjörðu svo vel. Það er ansi mikið af peningum. Já, beðum að draga eitt líknarfélag.
Já, það var gott með það. Draga vel, draga vel. Það er örugglega eitthvað líknarfélag sem býður spennt, eða öll. Það er Mígrenisamtökin í Kópavogi sem munu fá... Mígrenisamtökin í Kópavogi! Þá á morgun ávísun senda frá byrðum og landamannavélum. Og það er Magnús Gefinn sem har látt okkur inn. Þakka þér kærlega fyrir Magnús, þakka fyrir ykkur. Fáum tölurnar á eftir. Já, Aldaris og Magnús stóð sér vel, þökkum honum kærlega fyrir, byrjum landbúnaðarvélum þökkum við kærlega fyrir, umboðsaðilar Lata og Hyundai og það eru Mígrenisamtökin í Kópavogi sem fá þessa peninga sem við nú hefst talning í Austurbæjarskóla. En á dögunum þá brá ég mér í Borgarleikhúsið til að sjá þar græskulausan gamanleik Spanskfluguna eftir Arnold og Bakki í leikstjórn Guðrúnar Ásmundsdóttur. Nú það er skemmst frá því að segja að ég og aðri leikhúsgestir skemmtum okkur alveg konunglega enda hefur líklega fá leikhúsverk notið jafnmikilla vinsælda á Íslandi eins og Spanskflugan sem var sýnd hér fyrst 1926. Nú það er sjálfur Bessi Bjarnason sem er í aðalhlutverkum ásamt mjög góðum leikurum Leikfélags Reykjavíkur. Þórunn Sveinsdóttir gerði búninga en mér finnst rétt að þið sem heimasittið og eins hér í sjónvarssal að við fáum brot sýnishorn úr þessu ágæta verki Leikfélags Reykjavíkur Spanskflugunni. Gjörið þið svo vel! Ég tala nokkur orðið til. Nei, Valli mín, mér var einmitt mjög kært að þú væri viðstödd. En pabbi sagði að... Pabbi. Hann er nú með höfuðið fullt af þessu sinnepi sínan pabbiðinn. Hann hugsar ekki neitt annað og skilur því heldur ekki neitt annað. Og þess vegna hef ég ákveðið að það sé best að þú giftist sem allra fyrst. Svo. Og ég er þegar búin að sjá þér fyrir manni. Já. Hann er af góðum ættum, efnaður, menntaður, hæverskur og gæflindur. Og móðir hans er alveg samþykk þessum ráðahag. Svo þetta er allt saman klappað og klárt. Já, hver brosir? Já, elskan mín. Sko nú, Valli. Nú er allt búið. Æ, hvernig þá? Þú ætti kannski fyrst að líta á þennan tilvonandi mann þinn. Kannski líst þér vel á hann á endanum. Hann frá eins leppatusku sem lætur mömmu sína ráða því hvað stúlka hann skuli eiga. Og yfir höfuð að tala þegar mamma velur eitthvað handa mér. Manstu ekki eftir græna kjólnum með gulu leggingunum? Heyrðu, eða sem fjólubláa. Æ! Svoleiðis er smekkurinn hennar mömmu. Já. Alltaf skortir allar mæður, allan smekk og gæði. Ef þær vilja okkur velja eigin menn og klæði. Allt sem okkur finnst, yndislegt og fallegt, finnst þeim ljótt og finnst þeim gott og fyllast vegna okkar vandlætingar græði. Margar hylja miður snoturt miklar fataslæður. Þeirra meðal eru okkar ríhald sömu mæður. Húð á bak og brjóst, bera þær og geta varla hrift sig. Varla handað verða standa eins og stífar fuglar hræði. Hvar ertu? Hér. Nú þarna ertu hér. Æ, heyrðu, mér er eitthvað svo órótt. Veistu það, Nú, þú ert aldeilis ekki einn. Þið eru bara út allt hús. Ég er kannski að trufla, ég bara spyr. Vinna. Þið fáið borgað í sinnepi, allir þrír. Æ, það er eins og ég get ekki haft hugan við yndið mitt eina. Á þér ég hef mína tröllatrú, traust er ástin svo, aldrei gleymist þú. Morgna og kvöld ég minnist þín, meðan sólin skín, eina vonin mín. Ó, sinnep,
eina hjartans yndið mitt. Ó, sinnep, já, hvað betur en bragðið þitt? Í bjóa og pilsu, þú bætir allt sem miður fer. Og skinka á því sem skrípað mynd af sjálfur sér. Ó, sinnep, minn framtur langbest telur þig. Ó, sinnep, minn sölumaður selur þig. Ég skil, ég kví, hinn vandlátt ég velur þig. Ó, sinnep, já, sinnep fyrir mig. Sölumaður selur þig. Ó, sinnep, minn trantur langbest selur þig. Ég skil, ég kví, hinn vandlátt ég velur þig. Ó, sinnep, já, sinnep fyrir mig. Já, þetta var brot úr Spansflugun eftir Arnold og Bach í leikstjórn Guðrúnar Ásmundsdóttur hjá Leikfélagi Reykjavíkur og farað leikararnir þar á kostum. En býttu við, Guðni mín, gjör svo vel. Býttu, úrslit úr Austurbæjarskóla, talning hafin. Ég gat ekki sér það, Nei, ég bara varð það hérna. og hvað kom út úr þessu? Hann stóð sér mjög vel. Það var Magnús Geir. Enda náttúrulega, hann hafði náttúrulega mjög erfiðan aðilega við að bera sig. Já, Þorgrímur Þráinsson. 172 sko náttúrulega var mjög mikið, Já. en hann, Maggi Skeving stóð sér alveg stórkostlega, hann náði. Safnaði fyrir mígrænu samtökin í Já, Kópavogi og já. safnaði hvað miklu? Hann safnaði 111.500. 111.500. Svo 111.000 og mígræni samtökin, ég þakka ekki hérlega fyrir, og mígræni samtökin í Kópavogi fá ávísun senda frá Byrjar og Landbúnaðarvinna strax í fyrramálið. Það má svo skjóta því hér inn í eldsnögt að það var að falla dómur í dag í Tyrklandi í máli Sofíu Hansen og Halli Mal, þannig hann er skuldbundinn til að setja dæturnar í skóla og er það gott og vel. En söfnunin heldur áfram hér á landi og við sendum bestu kveðjur til Sofíu Hansen í baráttunni fyrir börnunum og þau verða á eftir við síman 68 44 55. En nú er komið að því að raska róf heimilana. Við gerum það í fyrsta þætti, heimsóttum þá Sigríði Rögnu, starfsmann sem var eina fyrstu þulum sjónvarpsins. Sumir held að það var eitthvað undirbúið en svo var alls ekki. Ég get sannfært ykkur að við erum ekki að leika okkur eitthvað með þetta. Hins vegar að þá ætlum við núna í kvöld, við veljum ákveðin fórnardýr og við höfum fréttað því eftir fyrsta þáttinn að fólk þar sem að permanenti var að leka úr hárinu og ég veit ekki hvað og hvað, fólk var að satt fyrir framan sjónvarpið á nærbuxunum, að það er komið upp í fín föt og býður eftir þruski frammi. En við sendum semst kvikmyndatöku lið hérðan og jafnvel einhverja með inn á eitthvert heimili því að okkur skilt nú að margir séu að horfa á sjónvarpið mitt á þessu kvöldi og við erum búin að velja fórnardýrið í kvöld og við erum komin inn á væntanlega á Flókagötu og þar býr ágætis maður, hár og spengilegur og við skulum sjá, nú komum við inn í stofu, þarna sjáum við hann glókollin, komdu blessaður Sigmundur Ernir, komdu blessaður Sigmundur. Blessaður Ernir. Heyrðu, og það er bara að vera að horfa á sjónvarpið? Já, já. Og hvernig finnst þér þetta? Þetta er alltaf gaman að þér. Er það ekki? Hvernig, er ekki bara létt í mönnum? Já, mjög létt í mönnum. Já, er það ekki? Heyrðu, þú hefur nú gert, og hann er fjölskyldan, vil ég stráka sína okkur hana aðeins betur? Ella mín, hvað er þú, veifaðu? Þarna upp í sofa, hvernig hefur Ella það? Ofsa fín. Og börnin í kringum ykkur, þetta er sannarleg fjölskyldustemning. Þá ætlum ég að snúa vélinni að Sigmundi Erni sem hefur ekki hugmyndu þetta. Þú hefur samið mikið af góðum textum sem ég. Já. Hvernig ertu að syngja? Hæ? Hvernig syngur?
Mjög illa. Það? Mjög illa. Nú ætla ég að biðja þig ég er búinn að senda alla hljómsveitina uppbyttir sem var hérna fyrir 10 mínútum og eitt af þínum meistaraverkum, það er náttúrulega Tunglið og ég fengi við þinn Stebba Hilmars til að byrja á fyrsta erindinu og þú tekur annað erindi í fyrsta og eina skipti á þín lífsævi. Er ekki lagi? Ég man ekki textan maður. Jó, hann er með hana Stebbi, hann réttir þér hann. Stefán Hilmarsson og hljómsveitin okkar á Flókagötunni. Nú byrjar ballið. Klappið aðeins fyrir honum Sigmundarni. Áður þetta byrjar. Tunglið er fullt, tómlega starir það á. Sólin er sokkin og sést ekki meir. Dagurinn deyr. Simmi, take it away. Já. Fólkið er líkt og fjarlægðin nýtt. Forviti starir það á. Einmann andlit sem allt vilja sjá. Mennirnir þeir spá. Tunglið mitt, taktu mig á braut og tífaðu. Og aftur. Tunglið mitt, tunglið í sjálfum mér. Taktu mig á braut og tífaðu. Tunglið mitt í sjálfum mér. Gefðu honum gott klapp! Þetta er eitthvað alvöru. Sigmundur Ernir, stórsöngvari, ég þakka þið fyrir sinni. Þakka þið sömuleiðis, það var gaman að þessu. Þetta er meiri háttar. Nú ég ætla að biðja að Stebba Hilmars og þakka honum kærlega fyrir aðstoðan, hann var svona að ratta. Nú er Maggi Skeving kominn. Hvað á ég að gera núna? En, Ella, hvernig líst þér á Magga? Magga? Já. Hann er æðislegur. Er það ekki? Jó. Er Simmi svona hress, svona spengilegur? Já, á annan hátt, já. Annan hátt, en eigum við ekki að hressa upp á hann svolítið í kvöld? Ég held það, jú. Ég ætla að biðja ykkur öll, það eru gestir hjá ykkur, hver eru hjá ykkur? Hrönn og Bessi, þetta er systir mín og mágur. Já, allir fram á gólfið, gjöra svo vel og Simmi líka. Og nú förum við í þolfimi á stofugólfinu og allir með. Og við klöppum hér í sjónvarpssal. Hressa fólki við. Hérna fyrir aftan, eru tilbúin í þetta? Við byrjum á því að skokka létt á stað. Og byrja! Og músík með. Og tónlist. Maður sjá. Við byrjum að herða með það, já létt. 1 og 1 og 2 og upp með henduna með. Svo byrjum við. 1, 2, 1 og sundur saman. 1, sundur með henduna. Sundur saman. 1 og 2, maður sjá. Sundur saman, já. 1, 2, 1. Og þetta. Og svo skokka saman. Maður sjá, háan erustu, síðasta. Létt þetta. Jæja, þetta er komið nóg. Maggi, þakka þið kærlega. Maggi, ég þakka ykkur kærlega fyrir og klöppum fyrir þeim. Alveg yndislegt. Simmi og Ella og þau fyrirgefa þennan átráðning okkar og fjölskyldan öll litlu börnin ennþá vakandi að horfa á þáttinn sinni auðvitað á réttri stöð. Það er ekki að spyrja því, en það er komið að því að slá lokatónana í þáttinn, komið að loka þessa þáttar og til að slá lokatónana hef ég fengið snillingana í SS Soul. Þeir ætla að flytja okkur erlent lag sem er nokkuð gamalt en það er í nýjum búningi og það er við texta eftir Þórarinn og Davíð nokkuð Oddsson. Þeir nefndu sig Mattildinga, Þórður Breiðfjörð, gerðu þennan texta og nú er það sem sagt sveiflan hjá SS Soul með þetta lag og þeir hafa aldrei verið frískari náttúrulega en það er mér skilst að Davíð Oddsson eigi mest í þessum texta og hlustuði nú vel sérstaklega eftir textanum Fækkaðu fötum, gjörðu svo vel, SS Soul. Fækkaðu fötum og sýndu mér líkamann nakinn. Gerðu það eina sem náttúran ætlaði þér. Pabbi, hann er prestur, já, og ekkert ég sem bestur, já, mig langar bara að sjá
bara sjá Þið halda að ég hafi illt neitt í huga Ég sanna það best ég hátta sjálfur með þér Pabbi, hann prestur, já og ekki ég sem bestur, já langar bara þá bara þá Jæja mín ljúfa, ekkert nú eins og áður Meidómur þinn, hann heyrir nú sögunni til Pabbi, það freymóður og afi, hann barngóður og ég lafmóður Alveg lag, alveg lag, alveg lag, alveg lag Bakkaði pötuna og syndina líka Ég get reynt alls ekki meira Öllum kraftinum eyddi ég áðan í þig Pabbi, hann dáinn og afi, það háinn Farðu nú með frá Verð minn svefn að fá